dagskrá Małgorzata Katarina Molenda. Hún ætlar að fjalla hvernig íslenskt nafn opnar margar leiðir og ég vona að ég hafi borið nafnið þitt rétt fram allan ásættanlega. Gjörðu svo vel. Daginn, ég vil bara þakka öllum að leyfa mér að tala þetta. Það mjög, ég ætla bara að segja út frá mér, hvernig með því að bara nota íslenskt nafn hefur bara breyst lífi mínu. Af því ég kom til Íslands fyrir 15 árum og ég kem frá Pólandi og var sett strax í svona box sem voru pólskir innflytjendur eru sett og síðan ég hef oft upplifað misrétti og það var komið við mig eins og fávita og út af því ég bara á erlendu uppruna, af því ég öðruvísi. Og það flestir halda að ég tala ekki íslensku, skil ekki hana. Ég ennþá hef lent í að fólk bara ennþá tala við mig á ensku, af því ég nota stundum Małgorzata í staðinn fyrir Katrín, þá fólk bara byrjar strax að tala við mig á ensku í staðinn fyrir á íslensku. En ég bara alveg menntuð á Íslandi, alveg eins og Íslendingur. Ég klári bara í grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla. En samt þegar ég sótti vinnu og alls konar svona, þá var alltaf, ég fekk alltaf neitun. Alltaf, ég fekk að ég ekki rétta manneskja til að starfa í þessu starfi, Og ég var alltaf, að halda af hverju, Ég tala íslensku, ég með grátu alveg eins og hinir Íslendingar, af því, fólki sem ég þekki, sem voru líka með sama grátu eins og ég, eru nú í vinnu við sitt hæfi, en ég var alltaf ekki með vinnu. Og síðan það var ein manneskja sem bendi mig, að ég ætti bara að nota, Katrín, í staðinn fyrir, af því eftir ég tók íslenskan ríkisfang, þá ég heiti núna Małgorzata Katrín Molenda og bara með því að taka Małgorzata út, þá ég myndi kannski fá vinnu og ég bara reyndi þessu og síðan ég fekk allt í einu full af svörum og ég var boðin í viðtöl, Og síðan ég bara fekk vinnu við hæfi og ég var bara að pæla af hverju, með því að bara nota íslensk nafn. Þú eins og Íslendingur, ekki eins og af hverju þú ekki manneskja, eins og manneskja. Heldur þú verður að skipta nafn til þess að allir hinnir getur bara hugsað þig eins og mannesku sem getur bara unnið eins og Íslendingar. Og ég held að ég þekki marga fólk sem hafa bara fara ennþá lengra af því þeir breyttu alveg nafn sitt eins og Íslendingar. En það spurning, gerir okkur þetta Íslendingar eða ekki, við eigum eins og það var bent, við erum fjölmenn, við eigum að vera svona öðruvísi. En eins og núna staðan kannski, ef þú bara breytir nafn í íslensk, þá þú hluti á samfélaginu. Ef þú vilt bara vera öðruvísi, þú getur ekki alveg verið svona hluti á samfélagi í 100%, af því þú verður alltaf sett í kassa sem innflytjandi. Af því eins og ég til dæmis, ég bý lengur á Íslandi en ég var í Pólandi, ég meiri haga mér eins og íslensk manneskja,
en samt ég get ekki sagt aldrei að ég sé bara frá Íslandi af því ég fæ alltaf sko, þú bara innflytjandi og þú verður alltaf innflytjandi og ég get aldrei sagt sko að ég sé sko líka manneska sem bý á Íslandi svo lengi. Ég far alltaf að segja sko ég kem frá Pólandi af því ég ekki með íslenskan frambúð sko, ég fæ alltaf sko, hvaðan ertu? Ég fæ aldrei svona og ég held ég ekki svo eina, það eru fleiri fólk sem og ég held það sko einblína sko að það bara fleiri og fleiri sko og Ísland hefur breyst eftir sko svo mikið sko, það í raun veru bara önnur kynslóð af fólki sem bara Íslendingar, sem bara íslenskir, þeir vita ekkert sko sinn upprunaland en samt þeir geta ekki verið hluti af samfélagi af því þeir ekki með íslensk nafn. Og þetta gott, þetta slæmt, þá ég bara veit ekki sko. En ég vil bara hvetja sko alla til að vera eins og þeir vilja vera. Við verðum aldrei sko, við getum ekki verið sko eins og ég held við verðum að vera, annars við missum okkar sko rótinar ef við bara setjum okkur sko eins og íslenskir. Svona, ef við viljum vera alveg bara eins og íslenskir sko. En eins og staðan í dag, þá með því að nota íslensk nafn og þá bara leyfir okkur svona meira að vera hluti á íslenska samfélaginu. Takk fyrir. Já, við þökkum Malgorzata Katarzyna Mulenda fyrir hennar erindi.